Það ríkti mikil eftirvænting heima á Íslandi fyrir Evrópumótið í Svíþjóð, enda fylgdist nær öll íslenska þjóðin með leikjunum í sjónvarpinu. Horfðu á EM. Það óhætt að segja að spennan hafi verið mikil fyrir fyrsta leikinn í riðlakeppninni gegn Spáni. Fjöldi Íslendinga mætti til leiks í Höfði og studdi vel við bakið á íslenska liðinu. Garalda skoraði fyrsta mark leiksins fyrir Spánverja, en það var strax ljóst að íslensku strákarnir höfðu unnið heimavinnuna sína því þeir svöruðu að bragði með marki frá Einari Erni Jónsssyni úr horninu og staðan því 1-1. Leikurinn var í járnum og eftir að staðan hafði verið jöfn 9-9 kom góður kafli hjá íslenska liðinu sem skoraði 4 mörk í röð og breytti stöðunni í 13-9 og þannig var staðan í hálfleik. Framundan var spennandi seinni hálfleikur. Aron með skot, vörður tekur það, hver fær boltan, Ólafur nær og sendir á Gústaf á Einar Erni og þetta er vítakast og 2 mínútur og ekkert múður með það. Ekki með Ólafur. Ólafur skorar! 24-22. Hægust og Jósa og Garalda og hann réttir Ruðningur. Nei, þau dæma markið, þetta fannst mér ekkert annað vera en... Jú! Nei, þetta er mark 23-24. Þá kemur Guðjón Valur, Ólafur fær bolta þeir koma hér á hann, Guðmundur, gongar hreyfingu, já þetta er rétt núna og Guðjón Valur og Ólafur er... Nei, þeir dæma hvaða vitleysu gangur er þetta? Og stoppa leiktímann, Guðmundur kemur hér út en það er búið að stoppa. Hvað dæmdur? Tvígrip og 2 minn á brottvísum. Og hér er númer 18, Romero, Íker Romero, og það er Ortega. Og skoti á þeir skora! Þeir skora Spáðuröndur og jafna metin. Þetta var alveg ræðilegt. Það er Enferio sem skorar með undirhandarskoti og jafnar metin 24-24. Næsti leikur Íslendinga í riðlakeppninni var gegn Slóveníu. Eftir að Ólafur Stefánsson hafði komið Íslendingum úr 2-1 hafði íslenska liðið frumkvæðið í leiknum og var mun sterkari aðilinn. Þeir kemur Sigfús Sigurðsson sem átti frábæra leiki á mótinu Íslendingum í 6-3. Eftir það réðu Íslendingar lögum og lofum á vellinum og höfðu 5 marka forskot í hálfleik. Þeir eru fljótið tilbaka Slóvenarnir. En Patti kemur frá vörðinu og skorar. Það var allt galopið í miðjunni. Þetta var harrétt Patti. 11-8 er staðan. Guðmundur Hrafnkelsson! Hvað er að gerast? Hann næstu því greip þetta þrömmuskot og Rúnar í gegn og Rúnar skorar. Rúnar Sigtryggsson skorar. Staðan orðin 12-8 og 5. markið úr hraðaupphlaupi. En, jú, hann misti boltan. Hann Lúbei og það er hraðaupphlaup. Patrekur út í hornið og Einar í gegn. Og Einar Örn Jónsson skorar 13. markið. Staðan 13-8 og enn eitt hraðaupphlaupi. Þetta er 7. hraðaupphlaupsmarkið sem við erum að skora. Íslensku leikmennir sem léku gríðarlega sterkan varnarleik og markvissan sóknarleik náðu 6 marka forskoti undir lok leiksins en lokatölur í leiknum voru 31-25. Góður sigur sem jók sjálfstraustið fyrir hinn mikilvæga leik gegn Sviss. Íslendingar byrjuðu af miklum krafti gegn Svisslendingum í lokaleik riðlakeppninnar, vitandi það að með 2 marka sigri myndi liðið hafna í efsta sæti riðilsins með betra markahlutfall en Spánn. Allt leit vel út í hálfleik en þá var staðan 15-9 fyrir Ísland. Líkt og í fyrstu leikjunum 2 vakti athygli hversu mörg Íslendingar skoruðu úr hraðaupphlaupum enda vörnin sterk og undirbúningur Guðmundar Guðmundssonar landsliðsþjálfara mjög góður. Kannski svolítið fljótur á sem við þurfum að halda aganum. Dagur, Patrekur með skot á gólfinu og hann skorar! Já, það er ekkert verið að hætta við eða bakka tilbaka, heldur bara tekið aftur skot og nú hefnaðist það. Hann stekkur upp með þrumuskot og Guðmundur Hrafnkelsson verða í slanna og íslensku strákarnir koma í hraðaupphlaup. Ólafur og hann í gegn og skorar. Ólafur Stefánsson skorar og staðan 17-10. Gáksi reynir misefnaði línusetningu sem misefnast og hér kemur Patrekur í gegn og Patrekur Jóhannesson skorar og biður Dóbler þarna afsökunar. Hraðaupphlaup, Aron Kristjánsson og inn á línu og Rúnar skorar 32-22. Já, hérna og vörnin tekur enn eitt skotið og hér kemur Guðjón Valur og þá Rúnar
og hann sendir á Guðjón Val og hann skorar. Þvílík sýning hjá íslenska liðinu. 33-22 eru lokatölur. Þvílík sýning, þetta er alveg stórkostlegt og sjáu þið strákar að þeir bros út af eyrum. Þetta er alveg frábært. Rúnar og hann sendir á Guðjón Val og ég get ekki ég tárast hér. Þetta er geðshræringu. Þetta er sko toppurinn. Þetta er frábært. Guðjón Valur Sigurðsson skora síðasta markið í leiknum á meistaralegan hátt. Handbolti er svona. Frábær árangur í riðlakeppninni gaf íslensku strákunum byr undir báða vangi fyrir hina erfiðu leiki í milliriðlum sem voru gegn Frökkum, Júgóslöfum og Þjóðverjum. En spennan í alglimingi og staðan hnífjögn þegar að íslenska liði kemur í sókn. Guðjón Valur í horninu vinstra megin og Einar hægra megin. Þá kemur Aron og hann er að fara í gegn og skorar! Aron Kristjánsson skorar 24. markið og Frakkarnir alveg brjálaðir þarna. En það var kannski kominn tími til að lukkan gengi lið með okkur og hér kemur mark frá Degi Sigurðssyni. Dagur Sigurðsson stökk upp og skoraði fyrir utan. Nú verða Frakkar að flýta sér og þetta er rauðningur. Það er dæmdur rauðningur á Frakka og Patrikur í hraða upphlaup og hann skorar! Patrikur skorar 26-23. Þetta er allt að hrynja hjá Frökkum. 2,5 mínúta og þetta getur reynst aldrei af ríkt. Frakkar koma í gegn og skora, nýta sér þetta strax. 26-24. Frakkarnir koma framalega og hér er Halldór Ingólfsson kominn og honum er hrint. Nei, hvað eru þeir að gera? Á hvað eru þeir að dæma? Ég á ekki til orð, hann hrinti Halldóri. Þá komaði, þetta er rauðningur þá, já. Nei. Þetta er alveg með ólíkindum. Ég á bara ekki til orð yfir þetta. Og 2 mínútur á dag. Ég á ekki til orð, þetta er allt að fara úr böndunum hérna. Skurður konið boltan og Nessis og skorar, hann skorar 26-24-25 og Richardsson boltinn út í hornið og Abadi í gegn. Guðmundur Hrafnkelsson er í markinu. Guðmundur Hrafnkelsson er heitt frábærlega í mark og þeir stoppa tíman og róa Íslendinga. Áfram þetta er aukakast og síðan með skot og hann skorar upp í blá vinkilinn. Guðjón Valur, Patrikur og Richardsson og hann skýtur í stána og það er búið. Og hvað munaði litlu. Guðjón Valur Sigurðsson tók skot í þverslána. Já, hérna, það er jafntefli, er niðurstaðan. Eftir smáhygg í byrjun náðu Íslendingar tökum á leiknum með Júgóslava og eftir það var ekki til baka snúið. Liðið lék frábæran handknattleik og fljótlega var staðan orðin 4-2 fyrir Ísland. Munurinn var einnig 2 mörk í hálfleik 16-14 en í seinni hálfleik dró í sundur með liðunum og munurinn var 10 mörk. En Rúnar leipur strax út af hann, fer ekki í sóknunar og Einar Örn skorar! Einar Örn Jónsson skorar 7. markið. Þetta er hreint ótrúlegur leikhafli hjá íslenska liðinu. Og þeir ná boltanum strákandi, Patrikur og Sigfús yfir á Guðjón Val og Guðjón Valur í gegn og hann skorar. Guðjón Valur Sigurðsson, staðan 7-2. Þvílíkur leikhafli hjá íslenska liðinu. Þetta er hreint með ólíkindum. Frábær vörn og síðan koma hraðupphlaupin í kjölfarið. Aron og Gunnar Berg með línusendi Gunnar Róbert, hann nær ekki að grípa nær boltanum aftur vel gert og sendir boltan út í hornið og glæsilegt mark. Já, hérna, og hver er það? Enginn annar en Guðjón Valur Sigurðsson. Jovanovic og hann stekkur upp Bjarniver og það er dæmt aukakast á Halldór Ingólfsson. Og hér kemur Skirfils með skot, Bjarni Frostaver og kastar væntanlega bara fram á völlinn og leiknið með lokið. Íslendingar hafa sigrað, öruggur sigur á Júgóslöfum, 34-26, 8 marka munur. Til að eiga möguleika á verðlaunasæti var íslenska liðið að ná að minnstakosti jafntefli við Þjóðverja í lokaleik milliriðlanna. Íslendingar voru þó ásamt Dönum önnur 2 taplausra þjóða fram til þessa á mótinu. Heine Brandt, þjálfari þýska liðsins, var ekki í rónni fyrir leikinn, enda gott gengi Íslendinga á mótinu komið flestum á óvart.
Patrekur Jóhannesson gaf félögum sínum tónin með glæsi marki í upphafi leiks og í kjölfarið skoraði Guðjón Valur Sigurðsson gott mark úr horninu af miklu harðfylgi. En Þjóðverjar svöruðu. Stefán Kretsmar minnkaði munin í 2-1 fyrir Þjóðverja með laglegu marki úr horninu. En þá kom þriðja mark Íslands. Eftir glæsilega leikréttu skoraði Patrekur annað mark sitt í leiknum eftir góða línusendingu frá Degi Sigurðssyni. Patrekur skoraði 8 mörk í leiknum en Sigfús 7. Og Þjóðverjar gerðu hvað þeir gátu til að halda í við Íslendinga en fljótlega náði Ísland góðu forskoti. Ólafur og Dagur stekkur upp með lúmskot á mark, 4-2, frábært skot hjá Degi Sigurðssyni. Það var erfitt að eiga við þetta. Þá Daniel Stefán og Bára stekkur upp og nær að skora úr þröngri stöðu, minnka munin í 1 mark. Þá Patrekur eru fljótir að taka og sjáðu Fúsa, hann er rifið í hann, hann skorar samt. Það vanda fór nú bara að treyja nánast af honum. Glæsilega gert hjá Sigfúsi. Patrekur núna kominn á vítalínuna. Það máta til varnar. Patrekur langt á línunni og skorar! Já, 6-3. Patrekur Jóhannesson kom með 3 mörk fyrir íslenska liðið. Þá var það Patrekur og hann stekkur upp á hornið á Einar og Einar í gegn og Einar skorar! Einar Örn Jónsson skorar 7-3. Staðan í hálfleik er Ísland 15, Þýskaland 11 og línusendingin á Dragunski og hann vippar yfir gummið. 22-16. Patrekur. Aron á vörnina og hann er að fara í gegn Aron Kristjánsson og það er víti á 2 mínútur. Ólafur Stefánsson á vítalínunni. Ólafur vippar boltanum yfir Kristján Hannemann. Þetta var frábært hjá Ólafi, hann tók þarna áhættu en hún tókst og hann breytir stöður í 23-16. Og þá Patrekur, Ólafur út í hornið á Einar og hvað gerir hann? Í gegn og Einar Örn skora 24. markið, 24-16, munurinn orðinn 8 mörk. Vel gert hjá Einari Erni Jónssoni. Þá er það Ólafur, Aron og Patrekur í gegn og hann vippar yfir félagsins Hannemann. Þetta var glæsilega gert, 3 mörk í röð frá Íslandi og staðan orðinn 25-16. Þetta er ótrúlegt, þetta eru ótrúlegir yfirburðir gegn Þjóðverjum. 29-24, verða það loka tölurnar, 5 marka sigur. Fólk stendur hér á fætur, það er klappað fyrir íslenska liðinu, Dagur Sigurðsson og þá Ólafur inn á línu, nei það gengur ekki og Kristján Hannemann kastar boltanum yfir en Bjarni Frostason klárar þennan leik með skemmtilegu tilþrif og það verður allt vitlaust hér á golfinu. Einar Þorvaldsson og Guðmundur Guðmundsson, þeir dansa hér stríðsdans. Íslendingar eru komnir í undanúrslit. Þetta er hreint frábært, þetta er hreint með ólíkindum. Fagna hér eins og þessi orðni meistarar, en þetta er alveg stórkostlegt. Þvílíkur sigur fyrir Guðmund, Einar og strákana. Þetta er alveg magnað. Þetta er eitthvað sem maður átti ekki von á þegar að mótið hófst. Handbolti veitir frelsi. There's a new man in town and he's not fooling around. There's a new man in town and he's not fooling around. Já, Íslendingar voru komnir í undanúrslit og léku gegn Svíum í henni stórkostlegu íþróttahöll Globen í Stokkólmi. Öll umgjörð leiksins var glæsileg en ekki laust við að smá beigur væri í landanum enda verkefni geysilega erfið. Og Íslendingar byrjuðu á að skora fyrsta markið í leiknum úr hraðaupphlaupi og Guðjón Valur Sigurðsson var þar að verki. En Svíar með sitt frábæra lið og reynslu mikla svaraði að bragði örfáum andartökum síðar. Ólaf Grenn, hann stekkur háts upp og Staffan Olsson og Patrekur Jóhannesson náði boltanum, sendir á Ólaf og nú lítur Ólafur að skora, já hann skorar, Ólafur Stefánsson skorar fyrsta markið í síðari hálfleik og breytir stöðunni í 14-13. Svíar fljótir fram og Lúkum er Rannés nær að skora. Æja, hann smeigði hann sér í gegnum vörðina. Ólaf Grenn, Rannés, Ólaf Grenn upp með lúmskot og það er mark. 16-13. Ólaf Grenn og nú eru þeir hérna nánast í fæturskýrur og þá kemur þetta á stað og Staffan Olsson nær að skora. Stökkandi upp fyrir fram að vörnina og skora 17. mark Svía.
Guðmundur til varnar og Guðmundur Hrafnkelsson ver og íslensku strákarnir komnir í hraðaupphlaup. Ólafur og hann sendir inn á Aron og Aron nær ekki að grípa en og dómararnir dæmi ekki neitt. Og Pettersson og þá Löfgren og gerir þetta vel. 18-13 og Petter Gensel kastar fram og Frannisjö dekkur upp og skorar. 33-22. Þetta er ótrúlegt. Og tíminn er liðinn. Leiknum er lokið. Það eru Svíar sem að sigra hér Íslendinga. Stórsigur Svía á íslenska liðinu sem að náði sér engan veginn á strik. Íslendingar léku bronsverðlaunin á mótinu gegn liði Dana sem hafði komið verulega á óvart á mótinu með góðum leik. Allur vindur virtist úr íslensku strákunum sem hefðu gefið allt í mótið og án Patriks Jóhannessonar átti íslenska liði litla möguleika þegar á leikinn leið. Og Jakobsen með vondasendingu fyrir Dani og það er Guðjón Valur sem nær boltanum. Sendir Ólaf, Ólafur og Einar í gegn og Einar skorar, Einar Örn Jónsson. Minkamunin í 12-11. Já, það var flott að fá þetta mark núna. Hornamanninn Stryger og síðan er reynaði línusendingu, hún gengur upp og þeir skora. Enda þessa sókn með marki. Ragnar inn á línu og Sigfús tekur boltan en hann ver í markinu meistar. Og sjáuði Guðjón Val hvernig hann tekur bolt. Aftur ver hann í markinu. Þvílík markvarsla. Þvílík markvarsla. Ég er árás og losum á réttu tíma. Búsi er ekki inn á miðuna. Ólafur tilbúinn. Og hann skýtur í vörnina og út af. Já, það komið leikli Kristjansen með boltan í horninu og Jeppesen skorar. Jeppesen skorar síðasta markið í leiknum. Leiknum lýkur með stórsigri Dana 29-22. 7 marka sigur hjá Dönum. 7 marka sigur og þar með er þáttöku Íslendinga lokið í Evrópukeppninni. Niðurstaðan 4. sæti sem verður að teljast mjög góður árangur hjá liðinu en að sjálfsögðu vildu menn fá bronsverðlaunin. Það gekk ekki upp í dag. Liðið hefur gefið allt í þessa keppni og það hefur verið hreint frábært að fylgjast með liðinu á þessu móti, þessu sterka Evrópumóti þar sem að hver stórþjóðin hefur legið eftir aðra og frábær leikur íslenska liðsins. En niðurstaðan 4. sætið og það þýðir að Íslendingar þurfa að leika við Makedóníumenn heima og heiman sæti í heimsmeistarakeppninni í Portúgal og þessi leikir fara væntanlega fram í byrjun júní. Já, við getum verið geysilega stolt. Þetta vissulega vonbrigði að ná ekki sigra í leiknum. Við lögðum svo mikið í þetta, við gáum allt sem við gátum og það bara döði ekki. Þetta féll ekki okkar megin og ég held að við höfum að setja markið bara mjög hátt Íslendingar. Við erum búin að sýna það að við getum staðið í flestum þjóðum í heiminum. Þjóðverjar og Svíar leiku til úrslita á mótinu í hörkuspennandi leik. 15.000 áhorfendur, flestir á bandi Svía skemmtu sér konunglega þegar Svíar tryggðu sér sinn 4. Evrópumeistaratitil. Þá Serbe og Daniel Stefán út í hotnið og Kretsmar í gegn og Kretsmar skorar og jafnar metin 25-25 og Volker Serbe út í hotnið, góð sending af Kerman og Kerman skorar. Florian Kerman kemur Þjóðverjum í 26-25. Þá Víslander tekur aukakastið, Rannés og Staffan Olsson, hann stekkur upp og hann skorar! Staffan Olsson skorar, 6 sekúndur fyrir leikslok, Þjóðverjar skjóta og þeir skora og Þjóðverjar skora og er þetta mark eða hvað? Hvað gera dómararnir núna? Þeir stoppa tímann sem er löngu liðinn en Þjóðverjar, þeir byrjuðu á miðju og skoruðu og hvað gerist núna? Og það er greinilegt að leikurinn verður framlendur því ég held að Dragúnski sé stór og sterkur og það ná hann ekki að skora frá miðju. Og Staffan Olsson og Rannés í gegn og hann skorar! Ljúbomir Rannés skorar 30. markið, 30-28. Staffan Olsson. Og hér er, hvað dæma dómararnir? Þeir dæma vítakast! Dómararnir dæma vítakast á Þjóðverja. Og hann gerir það, hann skorar! Og hvað gera þeir? Gera það, Daniel Stefán kastar fram, Markus Bár og Gensen til varnar og hann skorar!
og staðan 33-31, en þetta er búið. Svíar eru Evrópumeistarar í 4. skiptið, hlaupa hér hoppandi og dansandi gólfið og fagna hér titlinum. Þetta leit illa út á tímabili í síðara hálfleik, en þeim tókst með mikilli seiglu að jafna metin. Staffan Olsson gerði það og Svíar eru búin að tryggja sér hér titilinn. Magnús Vísland er besti maður mótsins. Ólafur Stefánsson, markahæsti maður keppninnar ásamt Stefán Löfgren. Og þá er verið að tilkynna hver er með honum markahæstur. Það er Stefán Löfgren. Þá tóku Svíar heldur betur kipp. En gaman að sjá Ólaf Stefánsson þarna, búinn að eiga frábæra leiki með íslenska liðinu og þeir eru verðugir í 4. sæti. Þó að við hefum kannski viljað hafa þá ofar, þá hafa þeir sýnt það og sanna að íslenska landsliðið hefur verið á hárréttri leið og náði mjög góðum árangri á þessu móti. 4. sæti, Ísland.